Hérna erum við með dæmi 6101 og við erum beðin að finna hnitpunktana A, B, C og D. A-punkturinn hérna og við skulum þá telja hnitinn, hversu langt til hægri við þurfum að fara og hversu langt upp við þurfum að fara frá þessum punkti hér. 0, 0. Teljum til hægri. Hálfur, 1, 1,5, 2. 2 til hægri, en hversu mikið er upp? Jú, hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. 2 til hægri og 3 upp. Hnitið á A-punktunum er þá 2, 3. X er 2, Y er 3. Og ég hef merkt það hérna með hvítum. Þá skulum við kíkja á B-punktinn. B-punkturinn er hérna niðri og ég þarf þá að telja 1 til hægri til þess að komast á hann, en hversu langt niður? Jú, 2. Þannig að hnitið á þessum punkti hér er þá 1 til hægri og 2 niður, 1 og mínus 2. Þá er það C-punkturinn. C-punkturinn er hérna. Sést aldrei illa en hann er hérna á Y-ásnum. Og hvað þarf ég að fara langt til hægri til þess að geta, eða vinstri til þess að komast á þennan punkt? Jú, ég þarf hvorki að fara til hægri eða vinstri, ég þarf bara ekki að fara neitt til vinstri eða hægri. Þannig að x-gildið er 0. En hversu hátt er ég að fara upp? Jú, 1, 2, 3, 4, 5. Ég er að fara 5 upp en ekkert til hægri eða vinstri. Þannig að x-gildið er 0 og y-gildið er 5. Þá er það D-punkturinn. Hann er hérna á x-ásnum. Teljum hversu langt til hægri við þurfum að fara frá 0, 0 punktunum. Jú, það er 1, 2, 3, 4. 4 til hægri, en ég er hvorki að fara upp eða niður. Þannig að x-gildið er 4, en að því ég er hvorki að fara upp eða niður til að fara á hana punkt, þá er y-gildið 0. Þannig að punkturinn er þá 4, 0. X er 4, y er 0. Þá skulum við kíkja á B-liðin. Og þar er punkturinn A, hann er hérna. Og hvað þarf ég að fara langt til hægri og mikið upp? Teljum frá 0, 0. Ég þarf að fara 1, 2, 2,5. Það er 2,5 hérna sem ég þarf að fara til hægri. En hversu mikið upp? Jú, 1, 2, 3, 4. Ég þarf 4 upp. Þannig að hnit þessa punkts er 2,5 fyrir x-ið en 4 fyrir y-ið og semikoma á milli vegna sem er brotna tölu hérna á x-ásnum. Það er þessi x-gildinu. Þá skulum við kíkja á B. B er staddur, hvað sést B? Það er hérna. Og ég þarf að fara hversu langt til vinstri frá 0, 0. Jú, hálfur, 1,5 til vinstri. Þannig að x-ið er mínus 1,5. En hversu langt upp eða niður? Til þess að komast á B-in, ég þarf eiginlega hvorki að fara upp eða niður, þá er y-gildið 0. En x-ið er mínus 1, þannig að punkturinn er þá mínus 1,5 sem þýðir til vinstri 1,5 og ég fer hvorki upp eða niður. Y-gildið er 0. Þá skulum við kíkja á C-punktinn. C-punkturinn er hérna niðri, þannig að hann er hérna á Y-ásnum, sem þýðir ég er hvorki að fara til vinstri eða hægri til að komast á þennan punkt. Ég er að horfa frá þessum 0, 0 punkti. Ég er hvorki að fara til vinstri eða hægri, en ég er að fara hálfa niður. Það þýðir að x-gildið er þá 0, hvorki til hægri eða vinstri, en y-gildið er mínus 0,5 að því ég er að fara niður hálfan. Þá skulum við kíkja á D-punktinn. Hann er hérna. Og til þess að komast að hann, þá fer ég hérna í krossin og til hægri, það er 3. En hversu langt niður? Jú, mínus 2,5. Þannig að hér er hnitið 3 til hægri en 2,5 niður. Þá skulum við kíkja á dæmi 6102. Takt eftir á y-ásnum og x-ásnum að það er bara búin að merkja eina tölu á hvorum ásnum, eða að segja hér er plus 1 og hér er mínus 1 og á y-ásnum er plus 1 og mínus 1 líka.
Það engar fleiri tölur merktar hérna uppi og niður eða til hægri og vinstri. En það þýðir samt að, ef að það er 2 reitir hérna í 1, þá tel ég 2 reiti aftur til hægri og þá er ég komin í 2. Svo tel ég aftur 2 reiti, þá er ég komin í 3. Sama er með eosinn. Ef ég tel upp hérna 2 reiti, þá er ég komin í 1. Ef ég tel 2 reiti þar upp, þá fær ég komin í 2 og svo 3 og svo 4. Sama gildi niður, að ef ég tel hérna 2 reiti niður í -1 frá krossinum, þá eru 2 reitir hérna niður í -2 og svo -3 og svo framvegis. Og sama er til vinstri, 2 reitir til vinstri eru -1 og svo 2 reitir áfram til vinstri eru -2. Þannig að þó það vanti tölur hérna á ásana, í ásinn og x-ásinn, þá eru þær þarna samt og við gætum þurft að skrifa þær. En byrjum á því að finna þessa punkta. Hér er punkturinn A. Til þess að komast á þennan punkt frá miðjunni, þá tel ég 1 til hægri, en hversu langt upp? Ég tel þá hálfan, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Þannig að hér er punkturinn A komin í x-ið er 1 og y-ið er 4. Eins og sést hér með hvíta letrinu, A er 1, 4. Þá skulum við kíkja á punktinn B. Nú, til þess að finna út punktinn B, þá þarf ég að telja frá miðjunni. Það er hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3 til vinstri sem þýðir að x-ið er -3. En hversu hátt upp? Hálfur, 1, 1,5, 2. Nýtið á B-punktinum er þá -3, 2. Þá skulum við kíkja á punktinn C. Þá fer ég hérna í miðjuna og tel til vinstri, hálfur, 1, 1,5, 2. 2 til vinstri, en hversu langt niður? Hálfur, 1, 1,5, 2. Netið á C-punktunum er þá -2, -2. Það er að segja -2 til vinstri og -2 niður. Þá skulum við kíkja á punktinn D. Hversu langt frá miðjunni er punkturinn D? Teljum hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. 4 til hægri og hversu langt niður? Hálfur, 1. Punkturinn D er þá 4 til hægri og 1 niður eða -1, sem þýðir að hnitið er 4 - 1. Nú skulum við kíkja á B-liðin og við skulum þá finna hérna punktinn A. Við skulum telja frá miðjunni. Hvað er hann langt frá miðjunni? Það er hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. 3 til hægri og hversu langt upp eða niður? Við þurfum hvorki að fara upp eða niður til að finna þennan punkt. Hann er bara nákvæmlega á x-ásnum, sem þýðir þá að punkturinn er hérna 3, 0. X er 3, 3 til hægri, y er 0. Við þurfum hvorki að fara upp eða niður. Og ég hef merkt það hérna með hvítum. Þá skulum við kíkja á punktinn B. Punkturinn B er hérna uppi og hvað er hann langt frá miðjunni? Við skulum telja hálfur, 1. 1 til vinstri sem þýðir að x er -1. Og nú skulum við telja upp sem þýðir að y verður plústala. Hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Þannig að punkturinn hér er þá -1, 5, eins og sést hér með gulu. X er -1, y er 5. Þá skulum við finna C-punktinn. Hérna þarf ég að fara frá miðjunni til vinstri. Þannig að ég tek hálfan, 1, 1,5, 2, 2 til vinstri og hversu mikið niður? Hálfan, 1. Þannig að
punkturinn C, hérna merkt með grænu, er með hnitið -2, -1, 2 til vinstri og 1 niður. Það er punkturinn D. Punkturinn D er hérna á E-ásnum. Hvað er hann langt frá miðjunni? Jú, við förum hvorki til vinstri eða hægri sem þýðir að x-gildið er 0. En við förum niður, en hve mikið? Jú, það er hálfur, 1, 1,5, 2. Þannig að hnitið á þessum D-punkti er 0 - 2.